Góðan daginn. Undanfarin ár hef ég fengið að taka þátt í því að skipuleggja þessa frábæru ráðstefnu og fylgjast með henni vaxa og dafna. Það því sérstaklega ánægjulegt fyrir mig að fá að vera á 10 ára afmælinu og spjalla við ykkur. Í dag ætla ég að segja ykkur sögu af sjálfstýrandi amöbu í maga risaeðlu. Risaeðlan heitir fullu nafni Reiknistofa bankana, en það nú svona í daglegu tali stytt í RB. Sem betur fer, þá verður ná æsjaldnar sem að það talað RB sem risaeðlu. En þegar það gerist, þá það svolítið eins og sé verið að tala steingerving. Við náttúrulega erum engan veginn sammála því. Við viljum vera eitthvað svona hipp og cool risaeðla, eins og kannski bara snareðlan. En sannleikurinn kannski bara eitthvað starfna milli, eins og til dæmis frumgaddelan. Nú, hafa ekkert margir heyrt frumgaddeluna. Hún ekkert rosalega cool, hún alls ekki hröð, hún ekkert sérstaklega sveigjanleg, en hún góð í margan hluti. Hún sterk, og hún hörð af sér, og þegar hún kemst af stað, þá ekkert rosalega margt sem stoppar hana. Já, ég held sjálf til ég að vera frumgaddela. Lífi hjá risaeðlunni. Við skulum fara upp á tímaferðalag, aftur til ársins 2016, nánar tiltekið í septembermánuði. Á þessum tíma var í gangi stórt innleiðingarverkefni hjá RB, sem gengur út í nafninu Miðjan, og þetta hérna miðjumaðurinn, eða Sóbra. Og Birginn sem erum að vinna með þessu verkefni, hann hefur ekki viljað vinna eftir öðru heldur Waterfall. Þetta verkefni, það hófst mitt ár 2014 og því mun ekki ljúka fyrir á næsta ári. Það að Birginn vinna eftir Waterfall litar sjálfsögðu hægt og rólega allt fyrirtækið. ATL innleiðing, sem ára fullu þannig áruna undan, hefur svolítið farið í dvala og vikið fyrir Waterfall aðferðinni og top-down stjórnunarstíl. Staðlar, eins og frumgaddelan, þá hefur RB harðan og þykkan skjöld. Hjá RB þessi skjöldur, þessi skjöldur, bara ekki rétt að glærur, en alltaf, þessi skjöldur samsettur úr þeim stöðlum, vottunum og verklagsreglum sem við fylgjum. Staðlarnir hafa örugglega mikið áhrif á allt sem við gerum. Stundum til góðs og stundum ekki alveg jafn mikið. Amaban. 1. október 2016 verða skipulagsbreytingar hjá RB og Amaban okkar lítur dagsins ljós. Amaban fékk mér að segja þessa glæsilegu sýn skömmu eftir að hún var stofnuð, að móta framtíðina í fjármálaþjónustu á Íslandi. Smá spoiler, okkur tókst nú aldrei alveg að uppfylla þessa sýn, en hún sýnir hversu stórt og metnaðarfullt hlutverk amöbunni var ætlað, sem nýsköpunarhluti RB. Sérlausnir voru lítið svið. Framkvæmdastjóri, forstöðumaður, 1 vörustjóri og 8 dúarar. Amaban þróaðist aðeins á lífsleiðinni, að duttu 2 úr innan í önnur verkefni á RB og 1 yfirgaf RB alfarið. Í staðinn komu 2 forritarar og 1 greinandi. Skömmu eftir að sviðið fór af stað, fengum við til okkar Android-snilling. Þessi Android-snillingur kom frá startup fyrirtæki með fullt af skemmtilegum og spennandi hugmyndum. Og eftir á að hyggja, myndi ég eindregið mæla með því að ný teymi fái til sín ferskt blóð utan fyrirtækisins. Og í svona nýsköpunareiningu þá átti það klárlega að vera fleiri en 1. Því að það þannig að nýtt fólk, það hristir svolítið í status quo-nu, það hressir upp á lífið og þetta var okkur eins og mörgum öðrum hollt. Sérlausnin var ætlað að vera tekjusvið og til þess að byrja ekki tómi mínus þá fengum við 5 vörur í forgjöf. Þessar vörur áttu það sameiginlegt, að þurfa lítið viðhald, vera ekki hefðbundnar core-bankilausnir og vera á svona ákveðnum tímamótum í sínum lífsferli. En það sem gerði svolítið okkur að úrvarst tvíhöfða skrímsli. Það sem annað höfuðið, sem betur fer að minna, fór að sinna reksturinn og hið stærra fór í nýsköpunina. Og það vill verða þannig að það alltaf sama fólki sem tekur reksturinn. Þessi sem eru mestu reynsluna og sem eru fljótar að vinna verkefni. Það því mikilvægt að huga að því strax í upphafi að dreifa þekkingu til þess að vinna á móti þessu.
og jafnvel bara gott að banna reynsluboltanum að taka rekstrarverkefni. Þó þetta taki auðvitað lengri tíma til skamstíma, þá myndi að borga sig þegar lengra er litið. En langbest náttúrulega bara að fá að vera hreint nýsköpunarsvið. Umhverfið sem Amaplan fæðist inn í til margra hluta gott. Það til dæmis bara nokkuð gott til þess að reka áfram stórt innleiðingarverkefni sem gengur yfir mörg ár. En það ekki frjór jarðvegur fyrir nýsköpunarsvið eins og okkur ætlað að vera. Regla númer 1, ekki vera fáiði. Það mikilvægt að setja sér einhverja reglur. Hvernig við ætlum að umgangast hvert annað og hvernig við ætlum að haga okkur. Reglurnar þurfa að vera skýrar. Ég mæli eindregið með þessari reglu, þó hún sé ekkert rosalega skýr, og hún segir frekar lítið, en á sama tíma þá segir hún bara ansi margt. Í upphafi þá þýddi þessi regla bara ekki vera fáiði. En með tíð og tíma var hún búin að hlaða utan þessu merkingu. Ekki sleppa því að gera einingaprófin, ekki mæta hugmyndum einhverju stæla. Þetta allt orðið hluti að þessari einfaldu reglu í dag. Og það mikilvægt að hafa regluna skýrar og jafnvel skriflegar. Ef við ákveðum okkur ekki hvernig við ætlum að hafa reglunar, þá myndast þær út frá vanan og hægt og rólega og verða þær þannig. Og það bara svo líklegt að vanin sé ekki það sem við viljum. En byrjið rólega, ekki missi ykkur, byrjið með fáa reglur sem skipta virkilega máli og bætið rólega við því sem að skipti virkilega máli. Hvernig ýtum við nú undir nýsköpun og sköpunargána? Það eru komið svið, eitthvað af fólki og hvað svo? Við þurfum að búa til eitthvað kúltúr, eitthvað umhverfið þar sem að fólki lífi vel að koma fram með hugmyndir. Hvernig gerum við þetta? Að við byggjum upp kúltúrinn fyrir jól, svo getum við einbeita okkar að tæknilegu hlutunum, nýsköpunni. Ég trúði þessi í alvörunni þegar ég sagði þetta í yfirmann minn í október. Þið megið alveg giska hvernig það fór. Það fór ekki vel. Það var ekki nokkrum mánuðum seinna að við bara, við erum ekki að fara að breyta þessu kúltúr á nokkrum mánuðum. Þetta langhlaup. Það þarf að breyta kúltúr og menningu með því hvernig við hegðum okkur hverjum einasta degi. Ég heyrði daginn að þetta taki 15 ár að breyta vinnustaðmenningu. En hvar við að byrja? Eitthvað skekkast röðin hérna. Starfsmannasamtöl, það eitt af því sem að við... Starfsmannasamtöl eitt af því sem við rákum okkur á. Það var ekki alveg... Fólk var svolítið svona skeptísk á þessi samtöl, einu svona ári. Verulega skeptísk. Og í rauninni kom í ljós að enginn kannaðist við það að hafa farið í gott starfsmannasamtal. Hvorki á okkur, né fyrir vinnuveitendum. Og með þetta í huga, og það að árlega endurgjöf allt of sló, þá þýðir ekkert annað heldur en að gera einhverja til. Prófa eitthvað annað. Og það sem við prófum var Adobe check-in aðferðafræðin. Hún byggir svona í grófmála því að starfsfólk sé að setja sér markmið, að sé vera að ræða starfsfólk og fara í frammistöðu. Og svo check-in fundir hann inn á milli til þess að halda utan um þetta. Við kerum þetta allan tíma sem við starfaði, sem starfsfólk var að fara í svona 5-6 check-in samtöl á ári. Þetta var heilt yfir mun betra heldur en hitt, en við erum alltaf að skoða einhverja leiðir til að gera þetta betur. Við í frammistöðunni vildum vera mikið af upplýsingum til þess að láta fólk vita hvernig það að standa sig. Fyrsta árið vorum við með að meta fólk á 7 mælikvarða og vorum að láta fólk vita hvernig það væri að standa í samanburði með meðaltalega teyminu. Í lokin vorum við búin að draga það niður í bara 2, tæknilegt viðhorf, eða tæknilega getu og viðhorf. Gegnsæi. Það var mikilvægt fyrir okkur í öllu sem við erum að gera að vera algjört gegnsæi. Við vildum ekki festa þróunum með því að vera einangrað að skrifa kóða. Við vildum líka bara fá fleiri hausa inn í að velta vandamálinu fyrir okkur. Ef að fundur með viðskiptavinum fór illa, þá vorum við ekki að halda teyminu frá upplýsingum, heldur vorum við bara að ræða þetta og fá alla með okkur í því að velta fyrir okkur lausnum. Hvernig við getum haldið áfram, hvernig við getum leyst þetta. Það tekur auðvitað tíma að upplýsa þetta og rökræða ákvarðanir, en þetta bara margborgar sig. Því við vorum öll að brenna það sem við vorum fyrir að gera og vorum miklu viljari
til þess að taka auka skrefi þegar á þurfti að halda. En auðvitað voru mistök líka. Áður en að sviðið fór af stað, þá hafði allir starfsmenn verið metnir sem A-starfsmenn, bestu starfsmenn hérna, í einhverjum ABC-greiningum innan fyrirtækisins. Í þeirri fullvissu að þetta myndi veita fólki sjálfstraust og öryggi, ákváðu að deila þessu á fyrsta sviðsfundinum. En það var í rauninni þveröfugt sem gerðist. Imposter syndrom gerði vart við sig. Fólk fór að verða feimnara og það hafði ekki lengur trúa því að það hefði verið rétt metið. Það gæti nú ekki verið að þau ættu heima í svona stjörnulið. Og fólk var feimið við að deila hugmyndir sínum og að gagnrýna hugmyndir annara. Þannig að úr var svolítið stemming þar sem að fyrsta hugmyndin vann, af því að ef þú færir að gagnrýna, þá gæti nú komið í ljós að þú ættir ekki heima með hinum snillingunum. 5 Dysfunctions of a Team eftir Patrick Lencioni bók sem ég heyrði af þegar ég fór á námskeið á Háskólanum í Reykjavík. Í bókinni Dysfunction Pyramidin, sem byggir á því að á botninum skortur á trausti. Þegar búið byggja upp traustið, þá það hræðsla við ágreining, skortur á skuldbindingu, að forðast að taka ábyrgð og að veita ekki niðurstöðum athygli. Þegar við fórum að lesa þetta, komum að kaflanum með traustið og ágreiningin, þá rann svolítið upp fyrir okkur hver staðan var hjá okkur. Það var ekki búið að byggja upp traustið. Þetta psychological safety sem við varum að tala í fyrirlestunum áðan. Ég hefði bæðið að geta sleppt þessu fyrirlestri, ég búin að heyra hennar, þannig að það held ég flott, sko, ég bara heyrt það í bæði. En ok. Það að láta fólk vita hvernig það standa sig í vinnu auðvitað rétt. Hvernig við gerðum það, þá eru mistök. Við hefðum þurft að ræða þetta fyrst í einrúmi og ekki ræða þetta í teiminu fyrir að við erum búin að byggja upp traustið. En við þurfum að huga því að við byggjum ekki traust á einu fundi. Við ræddum þetta af og til og það hafði alltaf einhverju áhrif, en þegar að flá líður þá dofna áhrif. Við þurfum að vera að byggja upp traustið alltaf, með öllu sem við gerum. Og við þurfum að passa okkur að því við erum að búa til þetta umhverfi með trausti. Við getum til dæmis ekki mætt hugmyndum að hroka og með stælum. Við þurfum að mæta þeim svolítið með forvitnin eins og við talaðum áðan. Þannig að þetta í fangið okkur, sviðið ennþá nýstofnað, greiðslulausn. Þetta svona lausn kemur frá Danmörku, fékk svo þetta nafn Pera og síðan Kvitt. Það hendaði vel inn í lausnarframboði, stökkum í þetta. Þannig erum við ekki alveg komin að staði í einhverjum alvöru nýsköpunar gír. Við erum bara rétt að stökka út úr innleiðingakultúrnum sem hafa verið ríkjandi í fyrirtækinu. En það mikilvægt og var okkur heppilegt fyrir okkur að við áttum okkur á því að það eru hlutir sem við viljum ekki gera og getum ekki gert innan fyrirtækisins. App-þróun var einn af þessum hlutum. Við vildum ekki byggja upp mikla app-þróun innan RB. Við fórum í samstarfi pólskt fyrirtæki með allt tími og það samstarf gekk svona heilt yfir. Þau sáu bara iOS-þróunina alfarið fyrir okkur og aðstóð okkur í Android-þróunni. Það var því auðveld ákvörðun þegar við komum að næstu hindrun sem var onboarding-ferli að fara í samstarf við íslenskt startup-fyrirtæki sem var þá að sérhafa sig í ferlum og var akkurat Tactical sem var að tala rétt áðan. En með þessum samstörfum, líklega ekki íslenskt orð, að þá gátum við hreyft okkur miklu hraðar. Heldur við hefðum nokkuð tíma þetta gert ef við hefðum reynt að byggja allt upp innan RB. Þarna fyrir við að rekast á veggi í maga risaðlunar. Við hefðum prófað það ýmislegt. Við hefðum aðeins farið á svig við regluverkið, innleitt einhver verkfæri sem væri ekki alveg í samþykkt og við mælum ekkert sérstaklega með því, það er ekkert frábært. En við prófum líka að fara algjörlega eftir því hvernig fólk var að segja okkur að reglurnar væri. Bara svona, þeir voru að spyrjast fyrir á gólfinu. Og þá kom annað vandamál, að í hugum fólks hafa staðlarnir okkar hlaðið utan á sig. Þeir eru orðin meira íþyngjandi heldur eru raun og voru eru. Það reyndist okkur best að leggja okkur svolítið vinnu og kafa í anda lagana og halda okkur innan þeirra. Fagmennska eitt af gildum RB og við vildum auðvitað vera það líka. Við höfum alltaf verið að leita leiða til þess að gera hvernig við getum orðið betri. Við tökum retrospektiv fundi, við kryfjum verkefni og atvik og
Og það okkar leiðir til þess að draga einhvern lærdóm af því sem hefur gengið á og verða betri. Það auðvitað mikilvægt að þegar við erum að taka krufningu, að missa sig ekki í blame game og fara að benda á einhverja persónur, heldur það að horfa á hlutlaust að það sem fór úrskeiðis og læra því og finna virkilega leiðir til umbóta. En Deus-pælingar komu fljótlega fram og þá sérstaklega breytingarferlið. Breytingarferlið á RB frekar þungt með mörgum hliðum og vefþjónustur aðeins settar út á ákveðnum tímum. Þetta þótti okkur engar illa samræmast lausn sem var á fullri ferð í hraðri þróun. Við fórum í að sjálfvirknilega hluta ferilsins, en virtust alltaf vera föst við það að þurfa að bíða eftir því að það væri einhver kerfisstjóri á hæðinni fyrir neðan okkur laus til þess að setja út lausnina. Við fórum að spyrjast hvernig þetta væri og virtust bara vera föst þarna að því að RB hefur reglu dreifða ábyrgð skylduverka sem flestir voru bara sammála því að væri það að forritarinn býr þetta til og kerfisstjórinn setur þetta út. En þegar við fórum að kafa í lögin þá var það bara alls ekki málið. Það eina sem mátti ekki var að sá sem að setur út má ekki hafa aðgang til að breyta kóðan. Og við höfum tvær svoleiðis manneskjur nú þegar á sviðinu, framkvæmdastjórann og vörustjórann. Við græðum því bara stóra reyna að takka fyrir þau og þau gátu sett út breytingarnar. Þannig heldum við okkur innan marka lagana og við náðum okkar hraða, miklu meiri hraða heldur en hefði getað öðruvísi. Sá sem hættir að læra gamall, hvort sem hann tvítur eða áttræður. Og þetta algjörlega skýrt í hugbúnaðargerð. Ef maður ekki að þróast, þá maður að úreldast. Það virðist alltaf líða svo dagur þar sem ekki poppar upp nýtt framework, forritunarmál, aðferðafræði eða eitthvað annað. Í gær var það REST, nú það GraphQL. Í gær var það Angular, nú það Flutter. Í gær var það Agile, nú það Scale-up eins og við fáum að heyra á eftir. Við lögðum því mikla áherslu á það að okkar fólk væri endalaust að bæta þessi þekkingu. Til þess settu upp 20% tíma, svo við báðum þekkist frá Google. Við skiptum þessu tíma á milli þess að vera að endurmennta sig og að vinna umbótum. Það mikilvægt að muna það að endurmenntunin ekki bara að mæta á ráðstefnu eins og UTMS-una. Heldur það líka bara að lesa, að prófa nýja hluti, að fikta, prófa sig áfram. En það kemur ekki sjálfkrafa að fólk stökkvi til og fara að nýta þennan tíma. Fyrsta árið okkar var eingöngu verið að nýta 50 af þessum tíma. Til þess að hrista upp í þeirri stöðu tókum við heila viku í bara það að prófa nýja hluti í einhverjum verkefnum sem voru bara að leika okkur. Við prófum Kafka og Clean Architecture og Vue.js og eitthvað sem ég kann ekki einu svona nefna. Og við endurtókum þetta aftur fyrir jól. Þetta hreyfði vissulega við stöðunni og þekkingin tók stökk. En meira það, þá fengum við líka tól sem áttu eftir að nýtast okkur í rekstrinum sem hefði aldrei annars verið gerð. Ekki setja öll eggin í sömu körfuna. Við gleymdum okkur aðeins í gleðinni. Kvitt, greiðslulausnin var svo ægilega spennandi að við bara hendum öllum öðru út gluggann svolítið. Það var ekki eins og að vera engin nýsköpun, það var bara öll nýsköpunin bundin við Kvitt á einn eða annan hátt. Og í nýsköpun þá það bara þannig að það eru hugmyndir sem að eiga sér framtíð og það eru hugmyndir sem eiga enga framtíð. Og líkurnar eru að hugmyndir sem eiga sér ekki framtíð séu bara miklu fleiri en þessa góðu sem virkilega eiga framtíð. Það þarf því að passa sig að vera alltaf að fá nýjar hugmyndir fram og ekki festast í einni vöru. Ekki verða á ástfangin eða eins og Jónsi sagði í morgun, ekki hugsa vöruna sitt barnið þitt. Því þá festist maður í einhverju einu í staðinn fyrir að halda áfram. Sjálfstýrandi teymi og sjálfstýring eitt af þessu við lögðum mikla áherslu á. Við töldum að þetta myndi hjálpa okkur að ýta undir frumkvæði og það myndi leiða sér sköpunargleðina. Það sem við gerðum fyrst var að við leggja áherslu að vera saman í einu og öllu. Við vorum að taka saman ákvarðanir. Þegar við tókum ákvörðun að fá einn verktaka, þá gerðum við það saman. Þegar við settum tímalínur, þegar við mönnuðum verkefni, við vorum öll saman í því. Við lögðum áherslu á því að taka þátt í ákvörðunum sem segi, og það svo mikilvægt að fólk verður þáttakandi en ekki bara áhorfandi. Það verður miklu nær. Þegar við vorum að taka inn verktakana, þá var það orðið teymið búið að taka þessa ákvörðun og þar leiðandi var það í þeirra hagur að hún myndi ganga vel.
Það varð ekki lengur neitt núningur á milli þróunarteymisins hér og í Póllandi. Því að það var búið að meta þetta, og búið að skoða þetta var það besta í stöðunni. Lean-hugsun hefur reynst okkur vel. Við fórum í Lean-innleiðingu með snillingarnum í Gemba og við fórum að vinna að fullta umbótaverkefnum. En það er ekki umbótaverkefnin sem að skipta máli. Heldur það að það allir séu með sóunagleraugun á sér og við höfum samræmt hugtök til þess að ræða sóun. Í dag fer því nærri að við höfum unnið hátt í 100 umbótaverkefni. En virði þeirra bliknar við hliðina á þeirra sóunum sem við höfum náð að forðast með því einu að geta átt samtalið. Vinnustaðmenning. Það er ekkert sérstaklega líklegt að fá forritar til að skrifa kóða hraðar. En með rétt stiltum kúltúr náum við að fækka villum og atvikum verulega og við aukum líkurnar á því að við séum að gera réttu hlutina á réttum tíma. Við getum gert minna en betra og þannig náum við að dreifa virði hraðar. Það er mikilvægt þegar við fáum nýtt fólk að það passi inn í kúltúrinn og það skiptir miklu meira máli heldur en að tæknileg geta sé frábær. Því að það er eins og oft hefur verið sagt miklu erfiðara að breyta viðhorfinu heldur en að kenna tæknina. Stjórnendur bera mikla ábyrgð á því að fara fram að góðu fordæmi. Við erum að byggja þetta upp á hverjum einasta degi og það er svo auðvelt að með einu mistökum þá erum við komin aftur á byrjunarpunkt. Menningin okkar snýst að halda fókus, gera minna en betra, standa saman og vera ekki fáiði. Það er betra að vera algjörlega fáránlegur en hrikallega leiðinlegur. Til þess að fá fram hugmyndir þá þarf fólk líka að treysta sér til þess að tala fyrir framan aðra. Og við vorum alltaf að vinna í því að auka þessa hæfni, að geta tala fyrir framan aðra. Við prófum sjálfskynningar, við tókum Morfís ræðukeppni, við ýmsa sköpun og svo tókum við improv, eða spuna. Það er hrikalega erfitt. Ég er ekkert að grínast, þetta er bara hræðilegt. En þetta hafði líka geggjuð áhrif. Því að þegar við erum búin að spinna með einhverju vinnuvélar fyrir framan restina af hópnum, þá verða önnur vandamál bara svo lítil í samanburði. Þannig ég mæli eindregið með því að þið prófið spuna. Endalok amöpunar. 25. júní síðastliðinn, þá verða aftur skipulagsbreytingar og amaban þróast yfir í nýtt lífsform. Það er hluti af nýju sviði sem heitir viðskiptatengsl og þróun og er hugbúna hluti þessa sviðs, gengur undir nafninu Tindar. Tindum er aftur að ætla tvíþætt hlutverk. Það er nýsköpun eins og áður, en nú er það að bakka upp vöruteymi fyrirtækisins. Við erum meila svona í innanhús úthýsingu þarna. Og þó okkur hafi ekki tekist að uppfylla sýnin okkar og verða rosalegt nýsköpunarafl, þá lærðum við rosalega margt á leiðinni. Og með þessari tengingu munum við ná að dreifa þekkingunni til annarra í fyrirtækinu. Auðvitað lærðum við eitthvað nýsköpun, en við lærðum miklu meiri kúltúr. Það er svona tvennt sem við náttúrulega minnast á. Annað með húsnæðið, að víða erlendis er vinsælt að taka svona deildir algjörlega út fyrir físíska veggi fyrirtækisins og regluverkið. Og það er að huga vel að þessu, hvort að þið vilji gera það. Það er líka að huga því hvernig þetta er kynnt fyrir öðrum deildum. Það hefur áhrif á aðra deildir þegar við störtum svona deild sem á eftir að vinna með öllum hætti. Hjá okkur var notað letidýr til að lýsa öðrudýrinu út frá svona Gartner hugtökunum þetta. Og virkar að taka þetta húmóndum sumstaðar, en sumstaðar ekki. Þau eru bara að meta með ykkar fólki. Tindar halda bara gönguna áfram og eru að ganga sífellt lengra. Það er meiri sjálfstýring. Þegar við vorum að stækka teymið, þá ákváðu þau sjálf hverjir myndu koma í viðtöl. Eða hverjir að þau tóku sjálf viðtölin og ákváðu hverjir myndu koma. Meiri krafa Lean, meiri þekkingaröflun. Þetta er leslistin okkar sem við ætlum öllum að hafa lesið. Við getum svo kýtt bara að glæða þar eftir. We choose to go to the moon in this decade and do other things, not because they are easy, but because they are hard. Og það er svolítið það sem við erum. Þetta er ekki auðvelt, þetta er erfitt. En þetta er þess virði. Þannig að gangi ykkur vel með ykkar teymi. Takk fyrir. Takk fyrir frábæra fyrirlestur og takk öll fyrir komuna.